Við erum komin hér í Skógarlund sem miðstöð virkni og hæfingar og það verður opið hús hér á morgun fimmtudag. Þetta í tengslum við List án landamæra. Eigum að byrja á því hvað List án landamæra? Já, List án landamæra listahátíð sem hófst árið 2003 og þetta svona vettvangur fyrir ófatlaða, fatlaða listamenn að starfa saman og bara koma framfæri sköpunarkrafti og sköpun fatlara líka. Hverjir sækja Skógarlund? Í Skógarlund koma fullorðnir fatlaðir í dagþjónustu og hingað sækja þjónustu tæplega 50, við kallum þau notendur og já, og þetta fjölbreyttur hópur af fólki. Og þið fengu til liðs við ykkur góða listakonu, hvernig var þín aðkoma að þessu verkefni? Já, ég kem í sjálfum sér með mitt, þar sem ég hef haft gaman að því að búa til úr sjálf síðustu 20 árum og ber það á borð fyrir fólki sem hingað kemur og svo var bara að sjá hvað kæmi út úr því. Og hvernig byggður þetta upp? Hvernig gerður þetta? Ég náttúrulega auðvitað, ég hef vön að halda námskeið og smiðjur eins og þetta og þannig að ég svona vel svolítið ofan í fólk hvaða hráefni ég kem með og eftir í hverslags hópar það eru sem að koma, hvort að maður eru leikskólabörn eða alþingismenn eða hverjir eru, allir þurfa að hafa mismunandi þarfir. Þannig að ég sem sagt valdi hluti sem voru kannski einfaldir í samsetningu og þannig að fólki sem sækir þennan stað hefði möguleika á að skapa sjálft, þyrfti eins litla aðstoð eins og mögulegt væri. Og hvert var þemað? Þemað algjörlega frjálst, en ég auðvitað fór út í fíguratífa hluti, það er að segja að reyna að höfða til fólksins með hlutum sem það þekkti áður, þekkjanlegum hlutum og þannig að flestir voru svona að vinna fólk eða dýr en þó fjall og skip og bíla og svona abstrakt verk komi líka. Tók þetta langan tíma? Nei, í sjálfum sér, svona smiðjur eru settar upp eins og sprenging. Man kemur inn með mikinn sprengikraft og allt sett á fullt og þannig við eyddum hér saman einni dagstund og með auðvitað taka það fram að starfsfólk staðarins auðvitað með í þessu líka. Þannig að í sjálfum sér þetta samstarf sem sagt mín notendan á þessum stað og starfsfólksins. Skemmtilegt að sjá útkomuna. Áttirðu von á þessu? Já, ég vil nú segja það. Ég átti von á því að það að sköpunarþörfin og sköpunarkrafturinn allt sem þarf í svona starf og við vitum það að hver einasti einstaklingur hefur það, alveg sama hvar hann staddur í lífinu og hvernig hann staddur. Það er bara að kafa eftir því og svona reyna að kalla það fram. Þannig að þegar maður hefur gott fólk með sér og vinna með áhugasömum einstaklingum, að þá kemur alltaf þetta skapandi, það nær alltaf að koma í gegn. Þannig að jú, ég vissi nokkurn veginn hvað yrði hérna skemmtilegt. En þetta ekki fyrsta sinn sem þið farið út með listina? Jú, við í fyrsta skipti sem við notum garðinn okkar sem svona ákveðna innblástur í verkin, sko. Við erum búin að vinna þessa fána og blóminn og leirverkin og sem við sjáum. Við erum búin að vinna þetta alveg síðan í janúar. Og það var bara einhvern veginn, ég man hreinlega ekki hvernig það kom til. Það bara einhvern veginn hugsaðum við svolítið út fyrir ramman og hugsaðum, já, förum út í garð, gerum eitthvað öðruvísi. Og það kom svona skemmtilega út. Heldur betur. Já. Og hvað á svo að gera á morgun? Hér er opið hús eða hvað? Já, hér er opið hús. Byrjar bara strax klukkan 9 í fyrramálið, gerum smá hlé í hádeginu og svo er opið aftur til 3:30, frá 1 til 3:30 á morgun og föstudaginn, þetta á fimmtudag og föstudag. Og það verður bara hægt að skoða húsakynnin okkar, fara hérna út í garðinn, njóta veitinga, við vonum að veðrið verði gott og það verður hægt að kaupa veitingar hérna á vægu verði og bara skoða hvað við erum að gera, hitta fólki sem vinnur hérna og bara
njóta dagsins. En nú eru þið með aðalheiði, eitthvað, viltu skora á aðra listamenn að koma til liðs við ykkur? Já, endilega. Sko listan landamæra náttúrulega eins og nafnið svolítið felur í sér án landamæra og að brjóta þessi kannski ósýnilegu landamæri þegar maður hugsar listafólk og hverjir skapa list, þá geta það náttúrulega óbúslega margir og þetta samstarf mjög skemmtilegt. Þannig að ég vil endilega skora á einhvern listamann á Akureyri eða Norðurlandi bara að koma og vera í samstarfi við okkur. Það verður list án landamæra aftur næsta ári, þetta árlegt, alltaf á vorin. Þannig að nú bara komið þeir sem vilja.